Hinn ótrúlegi ósýnilegi hundur. Luxí hafði alltaf langað í gæludýr, en foreldrar hennar sögðu að hún væri ekki enn tilbúin fyrir alvöru hund. Einn daginn, á meðan hún lék sér í garðinum, sá Luxí lítið skilti sem á stóð: ættleiddu ósýnilegan hund í dag. Forvitnin varð of mikil, svo hún fylgdi slóðinni að lítilli bás. Bak við básinn stóð maður með hárhúfu. Ertu að leita að hundi, unga dama? Spurði hann. Já. En hvar er hundurinn? Spurði Luxí og leit í kringum sig. Maðurinn glotti. Ó, hann er hér. Hann rétti henni tómt taum. Þetta er Spot, hinn ósýnilegi hundur. Hann er leikleður, elskar að sækja bolta og skilur aldrei eftir sig neina óreiðu. Luxí var ringluð en spennt. Hún fór með tauminn heim og þóttist eiga hund. Fyrst hlógu foreldrar hennar og léku með. En svo fóru undarlegir hlutir að gerast. Þegar Luxí sagði: Spot, náðu þessu. Kom ósýnilegur kraftur og færði henni leikföngin hennar. Þegar hún sagði: sestu, kom lítil, ósýnileg hnúða sem settist við hlið hennar. Spot var raunverulegur, ósýnilegur en raunverulegur. Luxí elskaði nýja gæludýrið sitt. Hún lék sér með hann á hverjum degi, fór með hann í göngutúra og kenndi honum meira að segja ósýnileg bretlur. Enginn sá Spot, en allir gátu að heyrt glaðan gert hans. Og það besta, hann nagaði aldrei húsgögnin. Viltu fá fleiri sögur þýddar á íslensku?